Snúlli og Alli renna sér yfir ánamaðkinn. Alli var nýkominn úr bænum. Hann flýtti sér að fara úr skónum því honum fannst svo gott að ganga berfættur. Allt í einu kom Þröstur og fór að kroppa í skórimatar hans. Fyrirgefðu, ég hélt að þetta væri ánamaðkur. Ég var víst að fá mér svolítið sterkari gleraugu. Vesalings ánamaðkarnir. Það svei mér engin hægðarleikur að verjast svona átvöglum. Þeir sóttu pappír, liti og pensla og máluðu skilti. Varið ykkur á Þröstunum. Ánamaðkurinn Spotti horfði brosandi á skiltin. Til hvers þurfið að öll þessi skilti á kannski að halda upp kappakstur hérna? Þetta ekkert gaman mál, Spotti. Skyndilega þaði vængjaþytur í lofti og Þrösturinn hremdi ánamaðkinn Spotta í gogginn. Slökktu mér, annars lítur þú verða. Kveinaði Spotti. En nærsinni Þrösturinn hlustaði ekki á kvein Spotta. Hann horfði á hann með illkirknislegu glotti, svo Snúlla og Alla rann kalt vatn milli skinns og hörunds. Spotti engdist og vatt upp á sig og var á endanum komin í hnútinn gogginn á Þrestinum. Þrösturinn lét öllum illum látum en Spotti hló og sagði: Ég var að þig við, vinur minn. Þrösturinn varð óður að bræði og neytti nú allra krafta. Hann klemdi saman gogginn eins fast og hann gat. Eitthvað brast og allt í einu var Spotti komin í tvennt. Almáttugur, getum við nokkuð hjálpað þér veslings litli Spotti? Vitaskuld getið þið það. Farið með mig strax á slysavarðstofu Rauða krossins. Hjálpað okkur vinsamlegast. Kóngulóin á slysavarðstofunni var fús að hjálpa þeim. Ég hef þurft að sauma saman marga svona orma. Farðu svo varlega svo saumarnir rifni ekki. Það mun erfiðar að sauma þig saman í annað sinn. Spotti var lagður í rúm en sagði hlæjandi: Á morgun verð ég aftur verðafær, þið megið treysta því. Næsta dag gekk á með skúrum. Snúlli og Alli renndu sér niður Snillabrautina.
Nú hefur rennt okkur yfir Spotta og hann aftur kominn í tvend. Fyrirgefðu. Fyrirgefðu, við tókum ekki eftir þér í öllum hamaganginum. Hamagangur rétt orðið. Þið takið ekki eftir neinu. Þið takið ekki einu sinni eftir skiltinu. Við hefði gerða menn við vinnu. Ég var að hreinsa ræsur undir brautin ykkar svo hún eyðilagðist ekki í rigningunni. En þar sem Spotti hafði ekki orðið fyrir neinum verulegum skaða, ákvað hann bara að bregða á leik með vinum sínum tveim.